af hverju þessi þráhyggja fyrir Palestínu og ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs, af hverju þessi þráhyggja á Íslandi? Og þá ég að tala líka bara fréttastofu RÚV sem búin að vera með þetta á heilanum í mörg ár fyrir öllum fréttatímum. Þetta svo langt frá okkur að það bara fáránlegt að vera að eyða allir þessu orku í þetta, sko. Það ekki eins og þessi ekkert að gerast neins staðar annars staðar í heiminum, sko. Þegar fólk bara alveg froðufellandi, sko, yfir þessu öllu saman, alveg froðufellandi, sko. Það svo breytir bara hvernig þetta þróast, hvað gerist, hvort það búið að semja frið eða eitthvað, það fólk heldur áfram að vera froðufellandi, sko. Ég bara alveg skildi ekki, sko. Þetta mér finnst alveg áhyggjuefni bara, hvað þetta orðið mikið geðrof bara einhvern veginn svona. Hægt að benda á eitthvað, hann búin að vera á listamannalaunum í 12 ár, í 20 ár, hann búin að gefa út 2 bækur, þetta í lagi? Við viljum ekkert að svona staða koma upp, að sé þetta benda á eitthvað sem sé bara búin að vera á spenanum og sé eiginlega ekki gera neitt. Mér finnst það bara ekki í lagi, sko. Á meðan kannski einhver aðrir sækjum og fá ekki neitt, sama tíma. Það verður að vera réttlæti, fara vel með þessa peninga, af því þið skipta máli. Verður einhver úrkynjun að myndast einhver menningar afkimi sem fer að snobba fyrir skrýtnum hlutum, helst sem almenningur skilur ekki eða vill ekki sjá. Þá það fyrst orðið fínt og ef þetta verður of stórt, þá fara tekjurnar að minnka og verður hrun af því að almenningur verður að afhuga, hættir að fara í bíó, hættir að kaupa þessa bækur sem að verða að mæra í kiljunni eða eitthvað, af því að ég skildi ekki hvað þetta, eitthvað bóndi með kind eitthvað og þú mátt ekki aftengja almenning. Þetta líka bara að hrynja, sko. Þetta ekki komið til að vera ESB. Þetta að vatna undan þessu skrimsli, sko. En þetta er bara fáránlegt fyrirbæri, því að þetta er bara bjúrókratar, þetta er ekki lýðræðislega kosið fólk, þetta er bara stofnun. Þetta er bara svo lítið alræðisvald, sko. Þetta er bara sikk, það kausir enginn, þetta er bara svona, þetta er krabbamein í Evrópu, sko. Það er ekkert öðruvísi. Setja bækurnar mínar á einhvern bannlista af einhverjum svona geðtrufluðu vinstrafólki sem ennþá með þessa slaufunarmenningu, þetta er bara svona eins og einhverjir íslamistar, sko. Það er bara að vera að bannfæra og setja á svarta lista og veit alveg hvað fólkið er. Þetta er bara mjög sjúkt og ömurlegt fólk. Maður verður aumingi, sko, ef maður á spenanum alltaf, þá verður maður aumingi, alveg sama hvað spenan er. Þú þarft ekki að vinna, þú fær bara peninga eitthvað staðar frá fyrir að gera þess með sínist, þá verður aumingi.